Já, nú aðalega frétt dagsins í einum stóra heimi afsögn Liz Truss og hann hingað komið fréttarit af okkar í London, Guðmundur Auðunsson, hagfræðingur, vertu velkominn. Takk fyrir kærlega. Hvað þetta að segja eiginlega? Þetta eiginlega svolítið sneipu för hjá Liz Truss í embættið. Já, þetta með ólíkindum, sko. Hún komst til valda var forsætisráðherra 7. september. 8. september dó Elizabeth drottning, þannig að næstu 10 dagar var ekkert gert hérna. Og eftir það hefur henni tekist að tókst henni gersamlega að fá alla, ekki bara í landinu, heldur líka í flokknum, íhaldsflokknum að gegn sér. Þannig að fyrst kemur hún fram með mjög harða nýfrjálshyggjustefnu sem að hafi greinilega verið undirbúin og skoðanakannanir í sumar þegar hún var kosin formað bentu til þess að hún myndi kjósa og hún sótti þessar hugmyndir greinilega í hugarsmiðju eða svona hugveitu sem hún og Kwasi Kwarteng hafðu verið framalega í. Þannig að tillögurnar voru svona ultra nýfrjálshyggju tillögur að stækka kökuna og trickle down, brauðmólakenningar og allt það sem svona hagfræði sem átti rætur sínar á 9. áratugnum þegar Thatcher og Reagans og búin að sýna þetta tölfræðilega við fram á það að þær virka ekki. Þannig að það voru boðaðar mjög harðar skattalækkanir sem hún hafði reyndar lofað í sumar í kosningabaráttunni, þannig að það hefði ekkert átt að koma óvart. En það sem að ég held að það sem gerir síðan eins og margir vita það markaðurinn hrundi. Það fór allt til andskotans, pundi hrundi, vextir stórhækkuðu. Það þýddi það að eins og Íslendingar þekkja þegar að vextir rjúka upp úr öllu valdi mjög hratt og þá eykst greiðslubyrði lána mjög hratt og þetta hittir stuðningsmenn íhaldsflokksins mikið fyrir vegna þess að það eru mikið húseigendur og í landi sem kannski ennþá samt 40% íbúanna búa í leiguhúsnæði. Þannig að þetta kom illa og þannig að henni tókst að gersamlega að rústa markaðnum og rústa skoðun áliti sínu meðal almennings. Og þá var reynt að klóra í bakkann og þá tókst henni að svona alienera, það að segja íta félögum sínum, hún fórnar Kwasi Kwarteng sem svona skoðanabróðir hennar, mjög sterkur skoðanabróður, sem var í raun og var ekkert að leggja fram nema skoðanir hennar. Og hún tekur inn gamlan Hauk, sem svona íhaldsmaður á gamla skólanum, sem að þessi svona tveir helstu armar í flokknum, það eru þetta margir armar, en skona þegar kemur að efnahagsmálum þá það svona klassískir íhaldsmenn sem vilja vera með aðhaldsstefnu í fjármálum og svo framvegis og svo svona nýfrjálshyggjumenn sem trú á að það sé bara hægt að stækka kökuna með einhverjum töfrabröðum, svona supply side economics og í sletti aðeins ensku og markaðurinn hættur að trúa á þetta. Markaðurinn trúði þessu mjög vel þegar Reagan og Thatcher komið með þetta fram, þannig að hann hrundi aldrei þá. Hann leiddi til hruns miklu seinna, en markaðurinn búin að fatta það að þetta gengur ekki upp. Þannig að henni tókst á örskamum tíma að fá alla mótið sér. Almenning, kjósendur íhaldsflokksins, svona íhaldsarmurinn var ekkert mjög ánægður, svo fær hún íhaldsarminn inn, sem að snýr við öllum stefnumálum hennar, þá hægri armurinn orðið mjög óánægður. Blöðin sem að flest studdu hann í kosningabaráttunni þegar hún var boðið þessu fram sem formaður, snýru öll baki við henni, Daily Mail, Evening Standard og þannig að á örskamum tíma á rússíbanareið þá tókst henni að gersamlega mála sig út í horn og það var bara tímaspursmál hvenær hún myndi segja af sér. En hvað á leiðinni að þá náttúrulega flokksfélagar í íhaldsflokknum veljana þegar hún að kynna tillögurnar sínar að þá eru þingmenn sem að styðja það og styðja við bakið á henni þannig að, og blöðin höfðu sko stuttana það sem að hún var með opinberlega með þessa stefnu í leiðtogakjörinu en svo allt í einu stendur hún einu eftir og án allra vina. Já, það
tvennt sem spilar þar inn í, held ég það að, sko, fyrst og fremst það að það var sjokk. Ég held að vera sjokk fyrir alla, og mér stuðningsmenn hennar, hvernig markaðurinn brást við þessu. Var það að markaðurinn sá fram á það að nú erum við búin að búa við 10 ára af það sem að þeir kalla austerity hérna, sem bara niðurskura stefna á almannaþjónustunni. Þannig að eina leiðin til þess að ná einhverjum tökum á ríkisfjármálunum, vegna þess að markaðurinn átta sig á því að það ekki tækt að stækka kökuna svona. Sko, hugmyndin það að efnaðurinn vaxi svo hratt að skattatekjur byrja að koma inn aftur. Og það margbúið að sýna fram á það tölfræðilega vegna þess að þetta búin að margreyna þetta, að þetta virkar ekki. Markaðurinn rassjónal að því leyti að hann fer ekki að endurtaka vitleysuna aftur og hann veit að þetta gengur ekki upp. Það sem að hinn möguleikin til þess að balansera bækurnar að skera enn meira niður. Vandamálið sem að þeir standa fram í, þetta tókst Cameron-stjórninni, en þeir skáru harkalega niður, þannig að það almenni þjónusta að vona völ, að það takmörk fyrir því hvað þetta skera mikið niður. Áður en allt fer til andskotans, og ef allt fer til andskotans, að þá snýs almenningur sér gersamlega gegn flokknum, þannig að þrýstingurinn þegar skoðanakannan koma fram og sína fram á það hrun íhaldsflokksins vegna þessara svona marga þáttar sem koma, þá fer að þingmennirnir sem studdu hann innan flokknum að horfa fram á það að þeir geta mist þingsæti sitt. Þá þetta að verða persónulegt fyrir þá. Þannig að þetta var svona vítahringur niður á við mjög hratt, þannig hún misti stuðning allra og líka með þessum svona uppeyjum sem að hún gerði að þá svona harðlínu frjálshyggjumennirnir í flokknum mistu álita á henni vegna þess að hún bara sneri við öllu stefnunum sem þeir voru bara að bíða eftir. Þannig að þetta meðan að íhaldssami armurinn treystir henni aldrei hvort þið En hún náttúrulega misti eiginlega bara völd og íhaldsarmurinn tók bara yfir. Þegar nýji fjármálaráðurinn koma, þá kom hann bara með allt aðra stefnu. Það sem ég var að velta fyrir mér að á leiðinni, að þá eru margir sem að láta eins og nýfrjálshyggjulausnirnar séu bara góðar, bæði náttúrulega kjarnin í íhaldsflokknum sem að kausana, en líka blöðin og fleira sem að hafa verið að fjalla efnahagsmál og pressamfélag, eins og þetta sé góð og gild stefna. Ég bara velta fyrir mig hvort að Fallís Truss sé sko hinn endanlega jarðaför nýfrjálshyggjunnar. Það má segja það, efnahagslega sé hún það. Sko, dýnamíkin í stjórnmálum hérna svolítið flókin, vegna þess að það spilast inn í Brexit, það spilast inn í svona það sem að geta þjóðernislegu sjóvinismi, sem mismunandi innan það. Svo eru efnahagsmálin, þar eru helstu átakaarmarnir eru íhaldsarmurinn sem að balance the books og nýfrjálshyggjuarmurinn og nýfrjálshyggjan sko ég held að það hafi verið algjörlega það sem að banameini var á endanum það að grunnhugmynd nýfrjálshyggjunnar það markaðurinn hafi alltaf rétt fyrir sér þannig að hann muni leiðrétta allt þannig að ef þú lækkar skatta þá búist markaðurinn við því að fjárfestingar auki svona mikið og hagvöxtur auki svona mikið og þá verður þetta bara svona glæsileg uppsveifla og þá muni skattatekjur hækka gegnum neyslu skatta og hærri tekna hjá fólki og hærri hagnaði hjá fyrirtækjum þannig að þetta muni allt reddast. Þegar markaðurinn hættir að trúa á þetta þá sko grunn hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar horfin. Það að segja ef að markaðurinn hefur alltaf rétt fyrir sér, sem sko bara svona axióm, það er bara innbyggt í kerfina, hvers vegna hafnar það markaðurinn pjúra nýfrjálshyggju-lausnum? Þetta svo páinn kastið trúnni, að þá er fólki í flest skjól. Þegar hann gengur út úr kirkjunni og skellir eftir sér. Nákvæmlega, og svo Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er gott dæmi, að þeir hundskömmu hana. Og þeir voru meira að segja að tala um þarna að þetta myndi auka ójöfnuð sem orðið nýtt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn dálítið svona barómeter á hvar svona meginstraums hagfræði Á eftirstríðsárunum þá var Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mjög keynesiskur.
síðan verður hann nýfrjálshyggju, svona monetarískur og nýfrjálshyggju og verður rústar hagkerfi margra þriðjaheimslanda með bara svona bábiljum og trúabröðum á nýfrjálshyggjuna og svo eftir hrunið uppbyltingatímabili innan stofnana eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þetta tekur 8 tíma en eftir hrunið að þá hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn svona breyst það er að segja það er hugmyndafræðin sem er svona ríkjandi hugmyndafræði innan hagfræðinar hún hefur breyst og ég held að bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og svo markaðirnir sýna það er að nýfrjálshyggja sem hugmyndafræði og einkavæðingar og leysálæðingi, skeranu, reglugerður, þetta er allt gamla lummur sem að Liz Truss var að bera upp að það bara ekki tekið mark á þessu lengur, nema kannski á Íslandi. Já, ég ætlaði að benda á að það voru 2 á landsfundinum Íhaldsflokksins sem voru ánægðir með þetta. Það var Bjarni Benediktsson sem postaði á Facebook að hann var ánægður með stefnu Lýs og svo var Óli Björn Kárason með honum á fundinum. Þannig að þótt að nýfrjálshyggja kannski döð út í heimi að þá eru allavega nokkrir heima sem að trúa á hana. En heyrðu, ég var að hlusta svolítið á breskt sjónvarp sem var náttúrulega undirlagt í þessu og það sem að mér fannst vera svona gegnumgangandi þar, það bara fólk bara nefndi þessu ekki ætla að vera að bjóða upp á nýtt formannskjör í Íhaldsflokknum. Það var eins og Íhaldsflokkurinn væri bara þú veist, fólk bara reiknar ekki með neinu góðu frá þeim og þá er ég ekki að vitna í pólitíska andstæðinga. Heldur var það bara eins og maður heyrir oft svona hvernig tónnin í spyrjendum og svona, það var bara eins og Íhaldsflokkurinn sé búin að ganga gersamlega fram af bresku þjóðinni. Þetta er alveg rétt. Það sem er svolítið sérstakt líka við breska stjórnkerfið er það að stundum verið lýst sem kosningar einræði. Ólíkt því sem gerist til dæmis í samsteypustjórnum á Íslandi, eða meira að segja stjórnum sem eru meirihlutastjórnir, að þá er allt vald fært í hendur forsætisráðherrann. Forsætisráðherrann velur ráðherrana, ólíkt því sem er til dæmis á Íslandi eða í flestum Evrópulöndum og þá eru ráðherrar valdir af flokkum sem eru í samsteypustjórnum. Þannig að Íhaldsflokkurinn sjálfur velur ekki einu sinni ráðherrana. Þetta gerir það verkum að ný stjórn tekur í raun og veru yfir allt stjórnkerfið. Það sem hefur virkað sem balans á móti þessu svona hefðarlega séð er það að þú ert með ríkisbatteri, þú ert með bjúrókrasíuna og ráðuneytisstjóra og sérfræðinga innan ráðuneyti sem svona halda, þeir vinna alltaf fyrir stjórn hvers tíma en þeir svona slípa alla stefnuna. Og það er eitt af því sem held ég líka hafi farið illa í fólk, var það að eitt af því fyrsta sem þeir gerðu var að reka ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneyti sem var mjög vel liðinn. Vegna þess að hann hefur greinilega verið að benda þeim á að þetta gengi ekki upp. Þetta getur verið hættulegt. Þannig að þá var hann bara rekinn. Og ég held að fólk er búin að fá upp í kók er það, þetta er stórfellt innanhúsvandamál Íhaldsflokksins sem er búin að taka við breskt samfélag. Og fólk er bara búin að fá upp í kókar það að landið er raun og veru stjórnlaust og það er erfitt að sjá það fram á að það breytist eitthvað. Þó það séu fengið einhverju svona eins og þeir kalla safe pair of hands að þá er flokkurinn gersamlega búin að missa allt undan sér og það er að aukast, auðvitað er stjórnarandstaða vill fá kosningar, sérstaklega það er alltaf aukast þrýstingurinn á það að það verði bara kjós upp á ný en og að bara reyna að losna út úr þessari gísklingu sem Íhaldsflokkurinn hefur tekið sem breskt samfélag. Og Íhaldsmenn tala líka þannig eins og þeir séu búin að sætta sig við það að þeir munu tapa næstu kosningum. Það er svona, þeir vilja ýta því á undan sér til þess að tapi verði ekki svo hryllilegt að þeir lendi bara í einhverjum stórkostlegum tilvistarvanda. En er þetta þá ekki staða þannig að sá sem að stígur fram og býðst til þess að taka við keflinu, að hann er líklega alveg óhæfur til þess að gera það því að þetta er eiginlega hengingaról sem hefur verið að bjóða fólki að taka við sem leiðtogi íhaldsmanna í Bretlandi í dag. Það held ég að sé mikið til í þessu vegna þess að það er verið að bjóða í raun og veru upp á
eiginlega áskrift að því að verða blórabökullin þegar að þeir tapa næstu kosningum. Ég held að þessi margir farnir að hugsa þannig og Jeremy Hunt sem núna fjármálaráðherra og sneri öllu við, hann búinn að til dæmis gefa það upp að hann mun ekki gefa kost á sér sem leiðtogi, sem mjög óvenjulegt vegna þess að mjög líklegt að hann hefði geta náð meirihlutastöðningi. Ekki nema hann hugsi sér hugsanlega að verða einhvers konar málamyndina frambjóðandi þegar allt að fara í voðuvís og meira sé að aðrir eins og Penny Mordaunt sem svona hófsamari armi flokksins sem ég kalla þetta til dæmis viðreisnararminn í flokknum. Þetta eru svona hófsamir hægri menn með nýfrjálshyggju skoðanir en íhaldsamari heldur nýfrjálshyggju mennirnir en eru með líka laus við þessara svona þjóðernisfroka sem hefur einkennt flokkinn mikið. Mér dettur í huga að þessi armur ætli bara að bíða. Og þetta taka við þegar eftir kosningar. Þannig að flokkurinn eiginlega að búa sig undir bara stjórnarandstöðu og að ná þar einhverju svona endurnýjun, að þeir ná ekki endurnýjun í stjórn. Það bara svo mikil átök innan og líka kannski staðan sem þau byrja á svo slæm. En það eitt sem nefndur, það komin undirskriftasöfnun, Bring Boris Back. Þú ekki skrifandi það? Mér finnst það ólíklegt. Það alveg gífurleg bræði meðal ákveðinna afla innan flokksinum ef að það verður gert. Það eina sem að ég gæti hugsanlega sé, hann gæti hugsanlega unni kosningar meðal flokksmanna íhaldsflokksins. Við erum að tala með rúmlega 150.000 manns sem að kjósi í þessum kosningum. Þetta upp til hápa þetta nær 75% eða fleiri eru yfir 65 ára aldri, þannig að þetta alveg, og flestir eru hérna söður hlutanum og eru svona söðaustursvæðinu og söðvestursvæðinu, sérstaklega söðaustursvæðinu, það sem kalla héröðin hérna, að þetta fólk hugsar allt öðruvísi heldur en restin af landinu og þetta fólk gæti vel kosið Boris Johnson vegna þetta var mjög harðir Brexit andstæðingar, stöðningsmenn Brexit segja sem sé Evrópubandalags andstæðingar. Eina leiðin sem ég sé hann fyrir, þingflokkurinn getur stoppað hann að fara í framboð vegna þess að hann velur 2 sem fara í framboð, en það hugsanlegt að einhverju séu svo makkíavellinskir það að látum bara kallinn taka þetta og taka skellingin næstu kosningum, losna við hann algjörlega. Ég nefndi svona kenningu við þig hérna í haust þegar leit út fyrir að Liz Truss myndi vinna þetta. Þá nefndi ég við þig að stuðningsmenn Boris hafðu sagt það að hann vildi að hún inni því að hún svo fljóta klúðra málum að þá kæmi flokkurinn til hans og myndi biðja hann að taka við. Já. En þetta í raun og veru, hann mun örugglega vilja þetta. Hann þarf að tala við sitt fólk vegna þess að ég held að hann treysti sér í kosningarnar innan flokksins. Hann getur bara bent á að allt hafi farið til andskotans eftir að hann hætti. Og þetta sé svona bara einhver svona gamaldags púritanismi, me bad, ég bara hagða mig betur næst og eitthvað svoleið. En hann fer auðvitað ekki framboð nema hann sé bara skoða baklandið, að hann fái það. En hann hefur eitthvað tíma, ég meina þú verður eiginlega, þú hefur áhuga á þessu, þá verður eiginlega bara að gefa þau upp í kvöld eða fyrramálið. Það er svo stuttu tími í þetta. Það það. Það bara að vera að tala um það að það þurfa að fá nýjan leiðtoga innan viku. Það meira segja með að teygja allar reglurnar í raun og veru verður erfitt nema það að flokkurinn sameinist eitt leiðtoga sem ekki hægt að sjá nema hérna. En Boris Johnson veit að ef hann á ekki eftirkomu, þetta eini möguleikinn hans fyrir comeback. Vegna þess að eftir segjum það að einhver annar kosin og því hans flokkurinn tapi, þá kemur hann ekkert aftur. Þá hann bara gamli tíminn. Það möguleikinn hans núna. Já, við sjáum til við höfum svona temmilega gaman að þessu að fylgjast með raunum íhaldsmanna í Bretlandi, systurflokk Sjálfstæðisflokksins, en við náttúrulega finnum til með Bretum að hafa þetta yfir sér. Jú, þetta svona, þannig bara staðan, það allt í mólum hérna, en þetta líka afhjúpar það hvers konar kreppu hægri flokkar ættu að vera.
og vegna þess að hugmyndafræðilega er búið að nýfrjálshyggjan hrunin hugmyndafræðilega. Það engin tilviljun að hægri flokkar almennt að færa sig yfir einhvers konar hægri populisma. Eins og sést til dæmis í Svíþjóð og Skandinavíu vegna þess að þeir vita það að það eina leiðin til þess að halda völdum. Já, og að sömuleyti sjáum við að svona óm af því hér heima með aukinni hörku Sjálfstæðisflokksins í innflytjendamálum. Nákvæmlega. Við pælum í því þegar að fara að líða landsfundi Sjálfstæðisflokksins hérna heima, en ég þakka þér kærlega Guðmundur fyrir að staldra hérna við og segja okkur frá raunum Liz Truss í Bretlandi. Takk fyrir kærlega. Takk. Og hér á eftir augnablik að þá höldum við áfram og við ætlum að segja 5 minútur.